Verkefnið Startup Tourism hafið og það byrjar á því smá ferðalagi landið. Fyrsta vinnustofan stóð yfir á Hvolsvelli í dag og verður áfram á morgun og opin fyrir alla. Næstu helgi verður Startup Tourism síðan hérna á Akureyri. Skulum aðeins fræðast nánar vinnustofuna hér á Akureyri. Við erum komin hingað til þín í heimsókn og ætlum að fræðast aðeins Startup Tourism. Ef við byrjum bara aðeins á þetta startup fyrirbæri, hvað það? Já, Startup nafnið á prógrami sem við höfum haldið áður, samanber Startup Reykjavík og Startup Energy Reykjavík, sem viðskiptahraðall, sem merkir það að í 10 vikur bjóðum við fyrirtækjum upp á aðstoð og ráðleggingar til þess að hraða ferlinu sem þau þurfa að ganga í gegnum til þess að stofna nýtt fyrirtæki. Og snýr þetta aðalega nýjum fyrirtækjum eða þróun á jafnvel eldri fyrirtækjum? Eða hvað aðalatrið? Bæði og. Þetta er mjög misjafnt á hvaða stígu hugmyndirnar eru sem koma til okkar. Sumir koma til okkar ekki með neitt annað heldur en hugmynd í höndunum og sumir eru jafnvel búin að vera að vinna í nokkuð tíma að fyrirtækinu en þurfa aðstoð við að komast upp á næsta stíg. Þannig að þetta flokkast allt sem fyrirtæki á byrjunarstigi en þetta byrjunarstig svolítið breytt hugtak. Nýsköpun snýst ekki bara að búa til vélmenni sem sagt eða svifbretti. Þótt að tæknigeirinn sé mjög áberandi í nýsköpunargeiranum þá nýsköpun til í mörgum birtingarmyndum og margt af því sem við teljum vera mikilvægasta nýsköpun okkar tíðar ekki endilega tæknileg nýsköpun heldur menningarleg nýsköpun. Það að segja að maður taki eitthvað sem þegar til og fara að nota á nýjan hátt. Það líka nýsköpun. Við erum með 3 markmið sem við viljum helst leggja af mörkum með Startup Tourism. Og það að auka fjöldi hugmynda sem að birtast í nýsköpunargeiranum í ferðaþjónustunni. Við viljum líka auka dreifingu ferðamanna allt land og við viljum að ferðaþjónustan haldist græn, það að segja að umhverfisvernd verði ábyrgandi í ferðaþjónustunni á Íslandi. Við erum mjög sammála þessum vegvísi sem var að birtast núna nýlega mikilvægi þess að bregðast við þeim áskorunum sem okkur stendur frammi fyrir í ferðaþjónustunni og hvaða áherslu þarf þar að vera. Og hvernig virkar þetta síðan? Við erum með skráningu á vefsíðum okkar sem verður auglýst núna alveg frá 29. október. Við munum vera með 3 vinnusmiðjur utan stórhöfuðborgarsvæðisins í nóvember á Ísafirði, Egilsstöðum og Akureyri og þar mun bæði vera farið út í business model canvas eins og það heitir og aðstoða fólki við að gera sér grein fyrir því hvað það þarf að hafa í huga við að gera hugmynd að fyrirtæki. Svo í vor verður hraðallinn sjálfur sem 10 vikna prógram þar sem að fyrirtækin sem að verða fyrir valinu fá aðstöðu og tíma með mentorum og ólíkt Startup Reykjavík og Startup Energy Reykjavík þá erum við að prófa nýtt fyrirkomulag í þessu að fyrirtækin sem taka þátt þurfa ekki að gefa hlut í fyrirtæki sitt til bakhjarlana. Þannig að þeir halda algjörlega eignarhaldinu á fyrirtækinu sínu og við veitum þeim í staðinn bara ókeypis aðstöðu, ráðleggingar og aðstoð við að koma sér upp vöru. Þetta er stórt verkefni og margir sem þurfa að koma að þessu til þess að þetta geti heppnast. Bakhjarlarnir okkar eru Isavia, Bláa lónið, Vodafone og Íslandsbanki. En þeir eru að horfa eins og kannski ferðamálastefnan gefur til kynna, að horfa á landsbyggðirnar líka í þessu samhengi, ekki bara höfuðborgarsvæð. Hvers vegna? Við teljum og ég held að það sé almennt bara skoðun margra að náttúra Íslands okkar helsta verðmæti og það það sem dregur rosalega marga ferðamenn að og þar sjáum við bæði tækifæri í landsbyggðinni auk þess sem að það bara vit í því að dreifa áleið þannig að það enda ekki bara allt í suðvesturhorninu heldur fari líka austur og vestur og norður og þar sem að það bæði pláss fyrir fleiri ferðamenn og margt að sjá og margt að upplifa svo að fólk upplifi líka svo ferðamennir sem koma hingað upplifi raunverulega íslenska menningu en ekki bara einhverja
ferðamanna menning. En kannski að lokum fyrir þá sem eru kannski á höfuðborgarsvæðinu og geta ekki sótt á þessa staði eða eru öðrum svæðum, síminn opinn, e-mail opið, má koma? Það má alltaf hafa samband við okkur í gegnum samfélagsmiðla eða senda mér tölvupóst, það bara oddur@innovate.is. Svo erum við staðsett í tæknigarði og það alltaf óhætt að hafa samband eða koma í heimsókn. Ef það einhverjar spurningar sem vakna, þá er hurðin alltaf opin. Hönnunarmiðstöð Íslands og þú verið þátttakendur í Startup Tourism og þar sem á að leggja áherslu sérstaklega á hönnun. Hvers vegna óskopunum að leggja svona mikla áherslu á hönnun? Það er auðvitað gríðarlega mikilvægt þegar verið að byggja upp í ferðamennsku, byggja hótel eða byggja alls kyns þjónustu að hönnun sé þar bara strax stór þáttur í þeirri uppbyggingu. Við höfum haft svona tilhneigingu til þess að líta á hönnun eða hönnunarþáttinn sem sé eitthvað sem hægt að taka inn á seinni stigum. Kannski til þess að í rauninni skreyta eða bæta eitthvað sem búið að búa til eða láta það líta vel út. En það er ekki gagnlegasta leiðin til þess að vinna með hönnun eða hönnuðum. Sterkasta leiðin er að fá hönnuði strax að borðinu leið og verða að móta verkefnin og í rauninni vera alveg á fyrstu stigum því að hönnuður getur oft komið með hugmyndir eða ábendingar sem geta haft veruleg áhrif á þróun verkefnisins í heild. Og í rauninni bæði getur aukið hagkvæmni, bætt aðgengi eða útlit eða bara upplifun og þess vegna er alveg gríðarlega mikilvægt í svona verkefni eins og Startup Tourism að hönnunarþátturinn komi sterkt inn alveg strax á fyrstu stigum. Þannig þetta er ekki bruðl, þetta er fjárfesting? Þetta er algjörlega fjárfesting og engan veginn bruðl og ég meina við þurfum ekki annað en að horfa á stór fyrirtæki sem hafa verið virkilega að fjárfesta í hönnun. Við getum sagt í ferðaþjónustu náttúrulega eigum við alveg frábært dæmi sem er Bláa lónið. Þar hafa menn virkilega haft hönnunarþáttinn með í farteskjunni alveg frá upphafi og við munum mörg eftir því sem var áður en að Bláa lónið reis. Það var nú svolítið svona bara norskir tréskúrar og einhver skrítin tónlist og eitthvað svona pínu strand eftir herma. Þannig að hönnunin hefur svo rosalega mikið að segja í sambandi við upplifun notandans og í rauninni er hönnuðurinn, góður hönnuður, túlkar hluti fyrir notandan. Hann er alltaf í stöðu notandans, hvernig verður þetta betra fyrir hann, hvernig líður hann betur, hvernig geta hlutinni verið aðgengilegri, þægilegri og auðvitað fallegri og þar með svona jákvæðari. Og þess vegna líka mjög skiptir máli að við eigum þetta góða land okkar og það er mikill hraði í uppbyggingunni og við þurfum svolítið að gæta því að vanda okkur og það að taka hönnun með þín er líka hluti af því að auka gæði og ekki sleppa svona stóru ekki svona hraðskauta yfir svona stórt og mikilvægt verkefni í uppbyggingu. Og það er bara í þeim heimi sem við lifum í dag. Það er auðvitað vönduð hönnun og það að gera hlutina einstaka sem mun skilja að þá sem að lifa af og þá sem lifa ekki af. Það er bara þannig. Og núna í gegnum þetta Startup Tourism verkefni, þá í rauninni gefst fólki í sjálfu sér einstakt tækifæri til þess að sækja í mentora eða læri mæður í þessu ferli sem að kannski, að því að það eru auðvitað marg sprotafyrirtæki sem eiga ekki góma pening til að byrja með og þá fer fólk að forgangsraða hvað verði ég að gera og þá einmitt getur það enda þannig að þegar maður skoðar allan pakkan þá segir ég get ekki gert þetta ef ég fer alla leið. Þannig er kannski pínu svona stuðningsnet allavega á nokkrum metrum. Já, og það er bara mjög ánægjulegt að við höfum verið í góðu samskiptum Hönnunarmiðstöð Íslands og Klaka-Innovate. Þannig að núna ætlum við kannski að reyna að formgera samstarfi svolítið betur til þess að þetta styrkja hönnunarþáttinn í svona verkefnum. Segðu okkur það bara aðeins að lokum kannski frá ykkar aðkomu. Hvernig verður hún bara í praxís? Jú, þá verður væntanlega þegar verkefnin hefjast, þá er lögð ríkari áhersla á hönnunarþáttinn og við munum auka þá fjölda þeirra mentora sem koma að úr hönnunargeiranum og greiða leiðir af þeirri ráðgjöf í rauninni.